En ég var að tala við Ditt daginn. Hann var að segja mér frá gjörningnum sem við gerðum hérna fyrir utan. Já, ok. Varstu að kenna fólki að fljúga? Hvernig flýgur maður? Ég skildi þetta ekki. Og stattu hérna. Þú ert full af einbeitingu. Ok. Alveg fyrir miði. Þú verður að treysta mér 100%. Ok. Sérðu gluggann á turninum? Litlu? Já. Ok, haltu auglinu við þriðja efsta litla gluggann. Allan tíman. Ok. Ímyndaðu þér að þú standir og horfir yfir torg. Og sitt hvoru megin við torgið eru tröppur sem liggja upp frá torginu. Og núna, hægt og rólega, þú flýgur upp. Wow! Þetta svo skrítið! Talið að olíuflutningabíll hafi lent í árekstri inn í göngunum. Ég nenni ekki þessum feluleik lengur. Þá var ég búinn að klára mín mál með Klöru að... Löggan var að hringja mig og segja að Diddi er... Þið hafið náttúrulega hist. Ég verð að viðurkenna þegar Diddi sagði mér að vera komin stelpa í hljómsveitina og var í smábú. En ekki fara að segja neitt við hana því það myndi gera allt bara svo miklu verra. Og ég veit ekki hvað ég á að gera. Ég var að missa kærastan minn, en ekki hún.長い夏の日の終わりに残されたものは何を思うのか。突然君がいなくなって